bara hæ, ég heiti Hjördís og hérna í Sunnudagsskólanum í Hafnarfjarðarkirkju og einn af sunnudagsskólakennarunum Ásöndinni Erlu og í dag sko svaka hátíð, það vorhátíð kirkjunnar og það búið að vera mikið að vera hjá okkur. Við byrjuðum öll saman inn í kirkjunni þar sem að barna- og unglingakórinn hjá Hafnarfjarðarkirkju söng undir stjórn Helgu kórstjóra, rosalega skemmtilegt og svo fengum við líka að það var skírn sem var mjög skemmtileg svona viðbót við þessa hátíð, mjög viðeigandi. Svo eftir þessi fallegu stundir í kirkju, þá komum við hingað þar sem það bara partí og kannski spyr fólk sig af hverju séum innandyra. Við sem búum á Íslandi og þó að sé vorhátíð, þá ekkert endilega gefið að sé vor í lofti en það var búið að spá svo svakalegri rigningu og roki og jafnvel bara snjókomu. Þannig við ákváðum bara að færa partíið inn og erum bara eðlilega. Þannig að við erum bara hérna með hoppukastana og andlitsmálningu sem að krakkarnir í TTT-starfinu Erlu eru að sjá og svo bara litahorn og perluhorn og pulsur, grillaði pulsur hérna og með því og bara stuð. Hver stendur fyrir pulsunum? Það er hann Otto meistari sem að sér þetta, hann hérna kirkjuvörðurinn okkar, hann bara með, þegar það er matur þá sér hann algjörlega þetta sko. Le Chef? Le Chef, Otto Le Chef. Og hvað segir þú? Þá núna alltaf að vera vitlaust hérna. Já. Hvað svo? Síðan hérna eru þið farin í sumarfrí? Sunnudagsskólinn er farin í sumarfrí. Það verður áfram messur hérna en Sunnudagsskólinn, þetta er svona síðasti, þetta er svona uppskjöru hátíð Sunnudagsskólans. Okay. Þetta er bara komið í smá pása og svo náttúrulega fer allt af stað bara aftur í haust. Hvernig verður það, segir þú? Þetta verður svona fyrri part september. Ég hugsa þetta svona önnur helgin í september, cirka. Maður bara hafa augun opin að fylgjast vel með auglýsingunum. Það muni birtast örugglega svona út allt, en sérstaklega hægt að kíkja á bara Facebook-síðu Hafnarfjarðarkirkju. Þar verður alveg vel auglýst hvenær við byrjum hérna.